Í 11 daga hefur blóðugt stríð geisað á Gazasvæðinu. Það sem talið á 700 palestínumanna hafi látist og 9 Ísraelsmenn. Ekkert símasamband nú á svæðinu, né rafmagn og talið að hjálpargögn berist ekki til almennra borgara. Norska sjónvarpsstöðin NRK náði þó viðtali við læknin Mads Gilbert sem starfar sem sjálfboðaliði á sjúkrahúsi í Gazaborg ásamt öðrum norskum lækni. Við sýnum nú þetta viðtal og vörum eindregið við myndunum sem birtast með því. Nei, jeg merker det som alle andre palestinere i Gaza nå, med voldsomme bombedrønn og F-16-fly som flyr lavt over byen. Israelerne har akkurat kuttet absolutt alt av strømforsyning. Sykehuset bak går på aggregat, som dere vet, og dere hører sikkert bombingen. Det er tett bombing inne i områdene, og vi har hatt forferdelige scener her på sykehuset i dag. Jeg tror nesten ikke jeg orker å snakke om det, og jeg orker ikke gi noen tall. Jeg har selv amputert i dag. Jeg har jobbet sammen med Erik for, jeg vet ikke hvor mange vi har vært med på å behandle. Det har vært en voldsom innsats for alle, og tapstallene er store. Det er snart 900 barn som er drept og skadet så langt i krigføringen mot Gaza. Nei, situasjonen er jo preget av at palestinerne aldri kommer til å gi seg. Altså, de er rolige, og de ber, og de spøker, og de jobber intenst. Det går liksom i bølger. Nå er jeg akkurat inne i akuttmottak eller katastrofemottak, og vi slo av en prat, og det var vasket, og blodet var bort, og alle de avrevne beinene var fjernet, og vi er klar for ny innsats, men samtidig så er det jo klart at dette sykehuset her, det er jo uten vinduer nå, det er ganske kaldt i Gaza, vi er avhengig av aggregat, vi har nesten ikke medisinsk-teknisk utstyr, vi kan ikke drive vanlig overvåking, og alle de vi som jobber her da behandler og får gjennom disse svære skadene, de skal jo ha intensivbehandling etterpå, ligge på respirator og så videre. Det er kaotisk, og det er et sykehus helt i kne, og det mangler alt. Vi får inn veldig store skader. Jeg har jo sammen med Erik vært i en del slike situasjoner og sett både granat- og sprengskader. Men vi får inn en helt ny type skader. Jeg så det første gang i 2006, og det er en ny type våpen israelerne bruker som heter Dime-våpen, som er laget av tungsten, og som har en enorm sprengkraft. Så vi får altså folk som er revet helt i stykker. Det typiske er at bena er revet av gjerne i lårhøyde, og det er store åpne skader i skrittet, veldig mye amputasjoner. Og så har vi selvfølgelig da mye hodeskader og bukskader, mye barn med hodeskader. Men det er disse brutale avrivningene. I dag kom det jo fortvilte mennesker med sine familiemedlemmer bærende med dem i tepper, fordi de var revet fra hverandre. Det er så grufullt at jeg har spurt meg selv i dag, lever jeg i 2009? Altså ingen pressefolk her. Det er Erik og jeg, vi er de eneste fra Vesten. Dette er jo en kjempemessig katastrofesituasjon, og vi er helt alene sammen med våre palestinske venner. Nå er det jo dyktige palestinske pressefolk som jobber for pressebyråer, og vi har disse vennene våre som har linken, som jo er livsnerven ut. I går så bomba jo israelerne også nettverkslinken til Jawal, som er mobiltelefonsystemet her, så vi var uten mobiltelefon. Førte til at Erik Fosse ikke kom på Larry King i natt, som han skulle vært, og snakket om situasjonen. Men det fører jo til at vi er den eneste vestlige nyhetskilden her. Det er helt utrolig. Vi har jo kjempegodt samarbeid med våre norske pressefolk som sitter i Israel, men Israel har altså lykkes med å sette alt som heter ytringsfrihet til side, legge Gaza fullstendig i mørke når det gjelder informasjon, og jeg er helt sikker på at hadde vestlig presse vært her og vært inne på Shifa-sykehuset i dag, og sett det vi har sett, og ført de fortellingene vi har fått fortalt i dag, og en familie, Sarton-familien på 11, hvor alle ble drept. Jeg var med på å behandle den eneste som overlevde, en 8 måneder gammel jente, som vi måtte amputere halve hånden på. Altså disse fortellingene kan jo ikke vi følge opp. Jeg er sikker på at hadde pressen vært her, så hadde Israel ikke kunnet fortsette. Så alvorlig er det. Nei, vi forteller bare det vi ser, vi forteller bare det vi opplever, vi forteller virkeligheten. Det er ikke verre enn det. Det holder i lange baner. Det er jo et enormt informasjonsunderskudd, og det er jo en enorm etterspørsel etter førstehånds informasjon, rett og slett vitneforklaringer. Altså, det er jo ingen
stor hemmelighet at både Erik og jeg tilhører de i Norge som har tatt side for den palestinske retten til å bli kvitt okkupasjon og få en egen stat. Já, velkomin Bogi Ágústsson. Takk Þóra. Þetta eru hrikalega myndir sem við erum að sjá þarna. Þetta algjör skelfing. Hvað kom þessu, ef við förum bara á byrjunarpunkt fyrir 11 dögum, hvað kom þessu blóðbaði af stað? Hið beina tilefni núna það að Hamas lýsti yfir að þeir myndi ekki framlengja vopnahlé sem staðið hafði í hálft ár og hófu flugskeita árásir á Ísrael og ísraelska bæi, einkum Sderot, að nýju. Og Ísraelsmenni svöruðu með þessari þvílíka gríðarlegu hörku, bæði með loftárásum fyrst og svo núna með landhernaði, þar sem að eftir að hann hófst þá hefur mannfall sérstaklega með óbreyttra borgara greinilega aukist gríðarlega. Og þetta eru fyrst og fremst Palestínumenn sem eru að látast, það eru níu af það bil 700 látnum taldi vera Ísraelsmenn. Hver svona, ef við skoðum aðeins ábyrgðina, hver til dæmis ábyrgð Ísraelsmanna í þessu? Ísraelsmenn segjast verið að verja sínur eigin hendur. Þeir segja að þeir hafi í 8 ár mátt þola að það hafi verið skotið flugskeytum frá Gaza á ísraelska bæi og í þeim hafa fallið allmargir og aðrir særst og það sé óþolandi fyrir nokkra ríkisstjórn að sitja undir því. Hún hafi fyrst og fremst skyldur við að vernda eigin borgara og hún ætla að gera það hvað sem raular og tautar. Svo getur fólk sagt líka að það hlýtur að vera ábyrgð ríkisstjórnar að fara í hernað við þá sem í hernað við þá en ekki við almenna borgara. Og það er ljóst að Ísraelsmenn, þeir lýsa því yfir að þeirra hernaði sé beint gegn Hamas, en það er líka, og þeir hafa sagt, þeir fylgist með á Gazasvæðinu úr lofti, af landi og af sjó og þeir segja, ef við sjáum skotið flugskeyti þá skjótum við á þann stað. Og þeir vita samt sem áður engu að síður að Hamas-líðar, þeir hafa farið inn í moskur, skóla og fjölbýlishús til þess að skjóta þessum flugskeytum sínum. Og planta sér þá meðal sinna eigin óbreyttu borgara? Ég held að það geti ekki verið nokkur vafi á því, en Ísraelsmenn þeir svara, þeir skjóta á þann stað og varpa síðan ábyrgðin yfir á Hamas og segja, þeir völdu að fara þarna og það er þeim að kenna ef að almennir borgarar, saklaust fólk, verður fyrir okkar árásum í staðinn. Ábyrgð beggja mikil, gríðarleg. Og það sem kannski einhverjum einkennir þetta að það sko harkan og miskunnarleysi og ég vil að segja að beggja hálfu, það má ekki gleyma því að Hamas eru harðlínu samtök ofsatrúarmanna. Ég heyrði til dæmis viðtal á Al Jazeera í dag við einn Hamas-liða sem sagði að þeir væru bara að bíða eftir því að komast í návígi við ísraelska herinn, þá væru þeir með 100 sjálfsmorðs fólks, 100 manna tilbúni til þess að ráðast á Ísraelsmennina og sprengja sér loft upp og þá með. Eðli málsins samkvæmt, þá er fólk sem hugsa svona, því hlýtur að vera nokk sama líf, hvort sem það eru saklausir meðborgarar eða einhverjir aðrir. Ísraelsmenn á móti, þeir virðast engan greinarmun gera á því, þó þeir viti það eins og þessi skelfilega árás á skóla í dag. Sameinuðu þjóðirnar eru búin að láta Ísraelsmenn vita og gefa þeim GPS staðsetningar á öllum sínum byggingum á Gaza. Ísraelsmenni vissu að þetta var skóli. Þetta er skóli sem notaði sem neyðarskýli fyrir fólk sem er náttúrulega fáránleg situasjón. Það býr í einum stórum flóttamannabúðum eða fangabúðum jafnvel. Og það flýr frá einum stað til annars til örfára staða sem að hugsanlega það getur verið óhult. Og Ísraelsmenn skjóta á það. Og Ísraelsmenn skjóta á það. Og Ísraelsmenn segja, talsmaður Ísraels sagði að öllum líkindum hefðu Hamas-liðar verið sett þetta upp þannig að þeir hefðu verið búin að koma fyrir sprengjum og síðan skotið flugskeyti vitandi það að ísraelskir skriðdrekar myndu skjóta á móti og koma af stað keðjusprengingu og vísa ábyrgðinni yfir á Hamas. En þetta er gríðarlega flókin deila og það er mjög erfitt að sjá í raun og veru að nokkur sé saklaus í henni. Það er engin saklaust í þessu nema það saklausa fólk og börnin sem eru að deyja þarna. Það er eins og kom svo greinilega fram í máli norska læknisins. Þeir eru þarna þessi tveir læknar, Erik Fossur og Mads Gilbert. Gilbert var sá sem að tala við þarna og eru búin að vinna þarna dögum saman, sólarhringum saman, ásamt öðrum. En það er hins vegar ekki alveg rétt og ég lá honum það ekki að fylgjast ekki með því hann hefur ekki gert neitt annað heldur en að vera á einu sjúkrahúsinu. Það eru aðrir fréttamiðlar, Al Jazeera til dæmis með fólk þarna inni og BBC er með mann þarna inni sem er
sem Palestínu-Arabi en hefur sendt út fréttir meðal annars viðtal við Mads Gilbert. En það eitt sem ég langar að spyrja út í líka, sko, áður en að vopnahléð er rofið. Hvernig var ástandið á Gaza? Hvernig hefur það verið undanfarið hálft ár? Það var hræðilegt. Sjö alþjóðasamtök gáfu út skýrslu í mars og í henni kom fram að ástandið væri skelfilegt, færi versnandi og það yrði að gera eitthvað í þessu. Alþjóðasamfélagið yrði að sjá til þess að aðdrættir inn á Gaza yrði með eðlilegum hætti en Ísraelsmenn hafa í rauninni haft svæðið í herkví og hleypti mjög takmörkuðu magni af eldsneyti, matvælum, lyfjum og öðru. Á móti segja þeir að Hamas hafi kosið að verja þeim peningum sem Hamas sem stjórn á Gaza hefur til umráða, ekki til uppbyggingar, ekki til matvælakaupa, heldur til þess að draga að sér vopn og skotfæri. Þannig að sko þarna stendur ásökun gegn ásökun. Ábyrgð Ísraels þarna, fyrir mér að minnsta kosti, er sú að sjá til þess að þetta fólk sem að lifi þarna í þessum einum stóru fangabúðum sem þetta eru, raunverulega, því að fólki er lokað hann inni, að það geti lifað eins mannsæmandi lífi og nokkur kostur er við þessar skelfilegu aðstæður. Frá því að þessi skýrsla kom út, þá var ástandið bara að versna og frá því að hernaðurinn hófst núna fyrir 11 dögum, þá var að versna enn margfalt. Að lokum, er einhver von að þessu ástandi linni á næstu dögum eða vikum? Já, það er það í sjálfu sér, en það er núna verið að reyna að semja í New York vopnahlé. Ísraelsmenn hins vegar grípa til þessara aðgerða núna vegna þess að það er voðalega lítil pressa. Þeir hefja þessara aðgerðir milli jóla og nýjárs. Þegar flesta ríkisstjórnir í Evrópu eru meira og minna í jólafríi. Í Bandaríkjunum þá er forseti sem er að fara að hætta. Nýr forseti er ekki tekinn við. Þar er í rauninni sko hálfgerð upplausn eða? Já, við getum sagt að þaðan er ekki að vænta mjög öflugrar forystu. Þó er Condoleezza Rice í New York núna að reyna að vinna til að koma á vopnahlé. Alþjóðasamfélagið er að því, Nicolas Sarkozy hefur verið í Miðausturlöndum til þess að reyna að koma á vopnahlé. Vopnahlé kemst á væntanlega einhvern tímann á næstu dögum en alveg örugglega ekki fyrir eftir 2-3 daga í það minnsta. Og þangað til halda áfram að deyja börn væntanlega. En þakka þér kærlega fyrir komuna, við höldum áfram að fylgjast með þessu.